Ok, heyrðu, ég bara býð ykkur hjartalega velkomin og ég svo innilega glaður að sjá svona mikið af fólki sem ég veit að áhugasamt og metnaðargjarnt og vill breyta og gera góða hluti. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt að sjá allan þennan hóp. En svona fyrir ykkur sem þekki mig ekki, þá ég Davíð Þórisson. Ég sérfræðilæknir á bráðamóttökunni og síðan ég kom heim 2013 þá ég svona ansi hratt dregist inn í því að vera á fullu að vinna með rafræna sjúkraskrá. Og það kannski komið til vegna þess að ég gamall svona hobbyforritari eins og ég kalla allar myndir sem teknar með 6 ára gömlum við tölvur. Og það bara gaman að geta unnið tölvuvinnu samhliða læknisfræðinni og til mikils að vinna. Tæknibylting í gangi út í þjóðfélaginu og ég vil meina að við að koma tæknibyltingunni inn í heilbrigðiskerfi líka og það endalaust af hluti sem hægt að laga og bæta með tækninni í dag. Nú, þá ætla ég aðeins að rápa hérna verkefni sjálft. Eins og ég sagði þá höfðum við samband við flest alla stjórnendur deilda og smöluðum saman í cirka 130 manna hóp og það var hugmyndin að það væri fólk sem hefði áhuga, hefði góða þekking á deildinni og væri sæmilega tölvulæst. Og þessi hópur núna hingað saman kominn og ég held sveimið þá að það sé fleiri hérna heldur en á innsetningaræðu Trump sem daginn. Það vona að hann heyri þetta. En þetta vendipunktur því að við höfum verið í vandræðum, stökustu vandræðum með að innleiða hluti. Við höfum fundið flott tól í heilsugáttinni en það sjaldan komist mikið lengra en út á bráðamóttökunni, þar sem ég og rek áróður daglega. En okkur vantar að komast út á deildi líka. Það lykillinn í því að þetta heppnist. Og það eru þið. Þið ætlið að hjálpa okkur að kenna og innleiða og sjá hvað þið getið gert við þessi tól sem að koma. Hvernig þið getið nýttu til þess að bæta deildastarfseminni ykkar. Hvernig getið tekið ferla og gert á eitt sóun og bætt á, gert á hraðvirkari, öruggari. Og þið ætlið líka að hjálpa okkur að gefa endurgjöf eða feedback. Eins og kemur áðan þá heilsugát þróuð náttúrulega innanhús. Forritararnir eru hérna á Landspítalanum og þeir nærast á því að fá endurgjöf frá okkur. Hvernig eru hlutinir að virka? Ja, hvað þetta að gera betur? Og þið eru lykilpersónur í því að segja okkur hvað þarf að laga. Og síðan loks ætla ég að vona að okkur takist með þessum hópa samþætta betur verkefni. Það fullt af fólk að spítalanum að vinna alls konar gæðaverkunum. Það stór lín hópur en það sem ég hef tekið eftir að það oft verið að vinna sömu hlutina tvisvar og jafnvel þrisvar. Og það óþarfi. Það eins og Benedikt myndi segja sóun. En ég vona með þessum stóra hóp, þar sem við höfum yfirsýn yfir hvað að gerast í gæðaverkunum út á deildum og þá takist okkur að samræma þessa vinnu. Við ætlum að gera þetta þannig að við hittust á fundum 1 til 2 mánaða fresti en fundinir eru ekki mikilvægasti punkturinn í þessu heldur samskipt inn á milli fundana og þar kynnir til söguna Slack. Slack verður síðan tekið yfir sennilega af Facebook Workplace held ég að heiti og þangað til þá notum við Slackið. Þetta tól sem valið vegna þess að það þægilegt fyrir létt samskipti. Þetta spjall frekar en formleg erindi. Tölvupóstar drepa stundum samtöl af því þau eru leiðileg. Slack meira svona létt, lifandi spjall í rauntíma. Það að nota broskalla, það að senda skammstafni eða bara spjalla saman. Það miklu eðlilegra fyrir svona hóp og það reynst gríðarlega vel að nota Slack í litlu fyrirtækjum út í heimi. Þetta hjálpa mikið við hópavinnu og verkanavinnu hvers konar. Ég hef trúið að þetta muni hjálpa okkur mikið. Eftir kem ég aðeins inn á hvernig við notum Slackið. En hugmyndin allan að hópurinn verði sjálfbær. Það ekki ég sem að mæta á fundi og segja ykkur hvað þið ætla að gera eða Edda hérna sem með mér í verkefni. Heldur ætlumst við til að þið finnið upp á. Þið notið tólin sem við gefum ykkur. Þið finnið upp á leiðum til þess að gera þessa hluti, að innleiða og kenna. Og ég full að trúa að þið muni standa ykkur gríðarlega vel í því. En fundin svo 1 til 2 mánaða fresti og það er kannski fastur punktur í þessu. Og það engin ein góð leið til þess að kenna, það engin ein besta leið.
þannig að ég vil bara að þið finnið upp á hvað er best. Það sem ég hef gert á bráðamóttökunni er að ég nota mikið hands-on kennslu. Ég hef kennt yfir öxlina á fólki, ég hef sýnt í þegar ég er í vinnunni. Það er það sem virkar best, það er það sem fólk vill allra mest fá. Og svo hef ég haldið kennslufundi yfir hvori, ég notað svona fyrirlestra, það er nú lítið á morgunfundum á bráðamóttökunni, það er alltaf snarvillust að gera klukkan 8. En þar sem að þið eru að deildum, þá getið til dæmis nota morgunfundi eða hádegisverðarfundi til þess að fara yfir hvað er tímalína eða hvað er skilaboðakerfið, eitthvað svoleiðis. Og þar komandi sögunu öll tólin sem þið hafið. Við erum með leiðbeiningar sem að, skulum við sjá, hérna eru leiðbeiningarnar, þið hefur væntanlega að sé þetta. Já, þetta eru leiðbeiningar fyrir heilsugátt og þar eru leiðbeiningar sem eru uppfærar fyrir hver einustu útgáfu einu sinni á mánuði og þetta eru up-to-date leiðbeiningar. Það eru með lifandi texta og myndum, auðvelt að læra hlutina því að það eru hreyfimyndir í þessu, þannig að þið getið nota svona leiðbeiningar til þess að fara með út af deildirnar. Svo ég sá hérna, við notum grafík, þetta er kannski ekki besta skjalið, en við notum hreyfimyndir til þess að sýna hvernig á að gera tiltekna hluti í staðinn fyrir að útskýra með einhverjum orðaflækjum. Og svo svo erum við kennslumyndbönd og það verður bara bætt í þann hóp, það verður gerð fleiri kennslumyndbönd, þið getið sýnt svoleiðis myndbönd til dæmis á morgunfundum. En aðalmáli er að þið finnið upp á ykkar leiðin til að kenna á innlega. Þannig að þið verðið ofinnotendur, við munum kenna ykkur allt sem við getum og þið farið tilbaka og skilið þið upp til deildarinnar. Og svo er alltaf hægt að bæta og ég býst við að þegar þið farið að sjá tólin sem eru til, þá sjáu þið leiðir til þess að bæta ferla. Klassískt er flutningur sjúklings á röntgendeild. Alls konar flækjustig tengd þessu. Hringa símtöl, stundum eru vaktmenn eða einhvern sem keyra rúmið, það þarf að senda sjúkling tilbaka, það þarf að passa hann fasti fyrir ómskoðun. Endalaus flækjustig og eins og við vitum á svona stóri stofnun þá verða lítið flækjustig oft að stórum flöskuhálsum. Þetta eru hlutir sem við getum bætt og laga með því að fara yfir ferlana og nota tólin til þess að laga. Og ég mun koma betur inn á það þegar ég tala um heilsugáttina, hvernig en á nokkur dæmi um það. Og það sem að þið þurfið að vita, það er stóðskjalið, það er sennilega mikilvægasta skjalið. Ég sendi það út með póstinum. Ég ætla að eyða núna 5 mínútum í það, við ætlum að læra utanbókar þennan link hérna. Ég er með sérstaka vísu, smá grín, en nú munið þið linkinn. Þið vitið að þetta er aðalmálið. Og stóðskjalið er sem sagt þetta hér, hérna. Og það er sem sagt öll skjöl sem að skipta máli fyrir ykkur eru linkuð í þessu stóðskjali. Kynningaverkefninu, listi yfir ofinnotendur, yfirlit kennslufunda, allt Slack, hvernig skrávirk og notið það og svo helstu IT-tól sem við munum nota. Og endilega skoðið þetta skjal og geymið það. Setja það í favorites, geymið póstinn, setja það í síman ykkar, þetta er það sem við munum nota mest. Og þið munum svo færin á Slackið og þar erum við líka með svolítið sem heita pinnuskjöl. Pinnuskjöl ganga út að þá fyrir allar rásina sem á Slackinu þá eru skjöl geymd efst uppi. Nú ætla ég aðeins að sýna ykkur Slackið. Ég ætla ekki að fara í gegnum skráningaferli, það er mjög vel lýst í stóðskjalinu, en þið fáið sem sagt senda link og maður kannski sjá fljótt hverjir eru komin á Slackið, hverjir eru búin að skrá sig. Það er það flestir, flott, þá er það komið, þá bara sleppið þessa reglu. En Slackið eins og ég sagði hann er bara rauntíma spjall og við skiptum því í rásir, það eru nokkrar rásir sem er búin að stofna hérna, sumar eða flestar eru opnar, sumar eru lokar og það er ekki vegna þess að við erum að tala einhver leyndamál, það er meira bara við viljum hafa þröngan hóp til að ræða einhver atriði sem er bara truflandi fyrir ykkur.
Og rásin sem að ég vil biðja ykkur að fara á, eða ekki komið nú þegar, það hérna ON almennt, það ofurnotendur almennt. Þar munum við spjalla mest saman. Og það annars komið afslátt í síma líka? Ekki flestir komið þangað? Það þægilegt, þá getið þið fylgst náttúrulega með spjallinu á þess að fara alltaf í tölvuna, en þið getið hvenær sem slökkt á notification í símanum. Þið getið sagt mér þess að klukkan 4 þá vil ég ekki fá píp lengur. Þið getið algjörlega látið hann stýrt í hvernig eða hvenær hann truflar ykkur. Nú, og en almennt þess að almenna rásinn, síðan rásinn svo Landspítalinn slakk, þetta var bara svona fyrir fólk sem vill aðeins ræða slakkið, hvernig að komast inn í þetta. Þetta svo almennt, þið sjáu allar þessar rásir þegar þið farin í Landspítalann. Þetta svo almennt, bara almenn málefni Landspítalans, raunir ótakmarka hvaða rási við getum búið til í slakkinu. Og þetta eins og ég segi verður síðan væntanlega tekið yfir af Facebook Workplaces. Og þetta náttúrulega þægindi við að geta taggað fólk til dæmis. Ef þú ert með einhverja spurningu sem að bara Jón Jónsson á röntgendeildinni veit, þá getum við taggað Jón Jónsson og spurt hann hvernig förum við að þessu. Eða, þið þekkjað úr Facebook-umhverfinu að tagga fólk. Og rásirnar eru hugsað þannig að það þó þetta sé opna rásir allar, það geta allir fylgst með öllu sem gerast á rásunum, þá afmarkaði svolítið umræðu efnið. Þannig að hérna til dæmis rás ofurgras við byggum til í heilsugott fyrir jól. Hérna sérstök rás fyrir, þetta sem sagt unglæknar, man ekki alveg okkur setjum það stað. Það var eitthvað með unglækna. Og hérna geðhópurinn með sitt spjall, heilsugæslan með sína rás, innskriftarhópur staddur hérna og við ætlum að taka innskriftin í gegn og við notum þessa rási bara til þess að leiða okkur áfram. Nú, pinnuskjöl, það er best að ég sýni ykkur það hérna. Þau eru, ef ég smelli hérna þá sé ég details eða nánari upplýsingar fyrir rásina. Þá eru 3 pinned items. Það er hérna yfirleitt kennslufunda, listir og ónefndur, kynningaverkaninu. Hérna hafið þessi skjöl sem ég var að tala Hérna var einhver að spjalla. Sá það var hvítt og feitlitrað. Hérna var Ásdís að mæta. Flott. Svona vil ég hafa þetta. Ég vil hafa þetta lifandi. Þetta á að gerast í rauntíma, þetta á að gerast hratt, þetta á að drífa sig sjálft. Hvar Ásdís? Like til þín. Heyrðu, ég ætla ekki að segja meir hópinn ef þið hafa einhver sérstakar spurningar. Þið vonandi eru fann 8 gráði hvað við erum að fara út í. Næst ætlar hún Edda Dröfn að segja ykkur frá breytingum í kennslu fyrirkomulagi. Mjög þarft verkefni og þú varst verkefnastjóri rannsóknarsviðs með kennslu, ég man því. Þetta var svo allt á langt fyrir. Ok, takk fyrir.